Jæja, þá erum við konur í loftið aftur. Við bara byggjumst enn og aftur velvirðingar á þessu öllu saman. Við lentum í því að missa hljóðið þannig að við þurftum að rjúfa strauminn rétt á meðan við lögum það. En við vonum að þetta hef ekki valdið svona of miklum óþægindum fyrir áhorfendur. En sem betur fer ekkert markvert gerst á meðan. Nei. Vonum að þetta haldi núna bara það sem að eftir lifir. Þetta svo sem búið að halda svipuðu svona formi. Já. Síðustu mínúturnar, skaliðin svona að reyna að pressa en ekki náða að skapa sér færi. Já, það er rétt. Mér finnst Víkingarnir vera að koma sér aðeins betur og betur inn í leikinn og að tengja saman svona betri spilkafla heldur en kannski fyrsta korteri. Kemur langur bolti frá Sigrúnu Unnur. Reynir skot mögulega? Nei, ætlum hafi ekki, hljóti nú ekki hafa verið að reyna fyrirgjöf. Jú, ég reikna með því. Unnur átti afmæli helgina, 26 ára gömul. Hún bráðung en aldursforsetinn í liðinu. Já. Þeirra Jacqueline ekki með. Já. En það var náttúrulega gríðarlegur styrkur fyrir að fá hana aftur á völlinu og svo sem komið inn á það áður í útsendingum hér. Védís með boltan, reynir að þröngva þess aðna upp miðuna. Hafði nú Maríu með sér vinstra megin, Fríða síðan með langan bolta fram. Víkingarnir ekki vandræði með þetta. Sjáum að Erla, Karítas og Unnur eru búin að skipta hérna stöðu. Mögulega tímabundi en Unnur komin út á kant og Erla upp á topp. Annað skipti núna í leiknum sem að Anita svona vakandi í því að svípa þarna fyrir aftan vörnina. Já. Hotspyrna. Sigrún. Sjáum að Víkingarnir það eru allar nema einn. Kemur boltinn inn á Martein og þetta enn á nærsvæði og hvað? Nei, það markspyrna dæmt. Skaðkonur vildi nú fá hotspyrnuna aftur. Já, ég held að það hafi nú haft eitthvað til síns máls þar. Já, ég hugsa það. Sem Víkingarnir spila bara hérna út. Helgar hún með langan bolta sem að Fríða skallar tilbaka. Líflegar skaliðið svo sem líka duglegar að pressa ef það tapa boltanum. Já. Eva ekki nógu góð sending hjá henni. Þetta bjargast nú allt saman. Bryndís. Ná, leysa þetta vel. Já, Védís búin að vera töluvert í boltanum. Já. Tekur mikið til sín. Það er að stýra þess aðeins. Fríða á flegi ferð upp í vinstra hornið. Reynir fyrirgjöfina en það fer að varnarmanni. Vandar með boltan. Og innkast. María. Tilbaka á Védísi. Védís. Það er rás. Já, komin inn á vítategin. Leitar að skotinu en þarna kemur Helga, sýndist mér. Hún að hreinsa þetta frá. Það leysa þetta vel en það aftast. Skaðkonurnar. Védís nær þessum lausa bolta. Hallildur á Unni. Unnur aðeins farin að hugsa og langt fram í tíman. Já. Helgert og Sigrún eru Fríða
tekur á kemur að minna tegin. Helgar hinsa frá aftur. Fríða aftur. Þetta góðu bolti en siglir í gegnum allt. Föss sending, þarna verður einhver að vera mættur. Einhver að vera mætt, afsakið. Já. Þetta siglir síðan bara aftur fyrir já, stefnir í bara jafnan leik. Já, gerir það. Víkingarnir, þær verjast nokkuð vel. Þær ná að vera svona þéttar hérna í öftustu línunni. Það erfitt fyrir í að skapa sér færi þó að þær komist upp að vítategnum að þá þar bara að lenda þær á vegg. Já, þær eru vel skipulaðar svona aftast og líður greinilega ágætlega með að vera bara svona neðarlega. Hlaupa þeim bara inn á síðasta þrifum. Dagný reynir að komast fram hjá Fríðu og tekst það. Kemur boltanum fyrir en Anita ekki í vandræði með þennan. Hálftími liðinn, staðan ennþá 0-0. Védís, þetta er greinilega lagt upp með þetta. Bolti inn á Bryndísi, Marja, hann sveik móttakana aðeins. En Védís. Mikið að koma hérna niður og sækja boltan og senda Hrafnhildi upp kantinn. Já, hérna kemur Nadia, nei Alice Hanna fyrirgefi. Og það verjast þessu. Unnur, leggur á stað. Hérna er sendingun yfir til vinstri, fín sending og Marianna er að taka með sér. Þarna munar litla Erla Caritas komist í færi. Og það er innkast. Sendingi frá Unni alveg stórkostleg. Já, mjög vel gert sér hann að Marju í hlaupinu inn á við. Það er eitthvað samskipt að leysi hann að hefði getið farið verð hjá Víkingunum. Já, ekki spurning. Innkast alveg upp í hotfána. Og þetta er klauvalegt. Það var eiginlega engin annar möguleiki en að vera rákstæða þarna fyrir Hrafnhildi. Nei, Víkingarnir halda hana vel línu. Íaliðið kemur náttúrulega framalega núna að reyna að loka á þær. Ef þeim ekkert að spila út úr þessu svo glatt. En það reyna samt. Leysa þetta virkilega vel. Já, mjög vel. Reynir hann að senda ykkur með þessu, það gengur ekki. Marja kemur aftur inn á miðjuna, setur hann á yfir Marju. Védís enn á sínum stað hérna. Reynir sendingan yfir en það er enginn. Kemur langur bolti fram og enn er Anita klár í slaginn hérna. Það svípa vel hérna til að vera með allavega. Fríða á Sigrúnu. Fær hann aftur frá Bryndís, þetta er vel gert. Kemur fyrirgjöfina, Erla með baki í markið, leggur hann út en miðjan fylgdi vel niður hérna. Tekur hann vel niður hann og þurfti að skýla hann betur til Bryndísar. En það sjáum við eins og er Stefaníu Ástu, leikmann nr. 8, miðjumann og eins Brynhildur. Það eru hérna sem er á miðri miðjunni á Víkingi, það eru mjög duglegar að verja öftustu línuna. Já. Það er náttúrulega mjög mikilvægt ef þú ætlar að halda varnarlínunni svona aftarlega að miðjulínan færist á með og búi ekki bara til pláss fyrir fram að vörðina til þess að sækja í. Já,
Gerir þetta mjög vel. Víkingur hefur fengið á sig 15 mörk í deildinni til þessa, IA 11. Bæði lið skora 10, nei. Já, IA hefur skorað 12 og Víkingur 10. Kemur Unnur í missir hann aðeins frá sér, nær þó að tæklan yfir á Védísi, Védísi að meðan inn á fjársvæðið en of hátt fyrir Erlu Caritas. 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Að finna hann að Erlu Caritas, gengur ekki. Spurning hvort þær mættu vera örlítið þolinmóðari hérna. Já, ég hugsa það. Á köflum að bíða með úrslitasendinguna þangað til að svona, hún er tímabær, skulum við segja. Frábærlega gert hjá Védísi, Védísi með langan bolta, Helga skalla frá, beint á Bryndísi. Bryndís inn á teginn. Þetta er óvinnalega fyrir Unni. Það er alveg rétt sem maður að segja, það með að vera svolítið þolinmóðari, sérstaklega það sem að Víkingar eru svona þéttar og skipulega tilbaka, þá þarf við að reyna að teima þeir aðeins út í stöðu áður en þú ferð að leita boltanum í gegn og þess lendir alltaf bara beint á það. Marja Bryndísi. Bryndís inn fyrir á Kæju sem að rétt svo missir á honum, en þetta lítur að vera hornspyrna, já. Halla hefur snert hennan. Hún er ekki alveg sammálaði, en þetta var eitru sending. Já, þetta var góð sending á Bryndísi. Þannig að fær hún líka nóg pláss fyrir framann og getur valið þessar sendingar. En sem fyrir svona kannski svolítið lítið pláss á bakvið, af því að þær eru það neðarlega Víkingarnir. Það þarf að vera svona hárun ákvæm sendingin að mattsa við hlaupið. Kemur hornspyrna frá Sigrúnu inn á markteginn. Fríða í baráttunni, það ná að skatta þetta frá. Boltinn berst til Maríu. María skiptir yfir og hefur Maríu. Erlu Caritas upp í hægra horninu. Kemst upp að endamörku, en glæsilega gert hjá henni. Boltinn inn á fjárstöngina, skalla frá beint fyrir Unni. Unnur í skoti og Unnur kemur Skagakonum yfir. Það hlaut að koma að þessu. Og það er fagna í takt við tíðarandan. Það sjálfsögðu. Þetta var nokkuð vel gert, þessi sprettur hjá Erlu Caritas hérna. Því miður erum við ekki að ná endursýningunum í gang hjá okkur. Það er ýmislegt sem er að klikka hjá okkur í dag, en þetta touch með vinstri hjá Kæju virkilega vel gert. Skapaði henni þetta pláss sem hún þurfti. Og eins svona kannski aðeins sem við vorum að tala áðan, að þarna tengja þær nokkrar sendingar, færa boltan frá öðrum kantinum og yfir á hinn og skapa þar að leiðandi opnum. Búa til stöðuna einna mót einum fyrir Kæju út á kanti. Víkingarnir koma hefðina til. Stór hætta að skapast hérna. Anita út úr markinu og nú er það Víkingarnir sem vilja fá vítaspyrnu. Ég sá þetta ekki nógu. Marja kemur boltanum að Bryndísi. Kemur honum inn á Kæju. Myndi sótt á hana. Víkingarnir ná að stöða þetta.
En Anita að mæta út og hirða upp sendingarnar í gegn? Já, hún búin að vera mjög örugg í þessu. Já, það gefur líka liðinu svo mikið að geta haldið línunni ofar ef hún klári að taka þessi sendingar. En það hún bara þegar að IA að spila upp, þá hún staðsett vel fyrir utan vítategin. Hún bara klár í þetta. En það vita eflaust að Víkingarnir vilja þá væntanlega spila eins og að gera. Stingur inn fyrir og... Þjálfararnir virðast vera búin að leggja hennan vel bara mjög vel upp. Nei, leggja hennan leik bara mjög vel upp. Já. Það vita hverju þeir eiga að búast við. Kemur langur bolti núna upp í vinstra hornið. En hann lítið á framanlega. Það ekki þessum bolta. Alice hérna á flegiferð en hann döði ekki til. Péti snýr vel. Já, leikurinn fær að fljóta. Bryndís inn á Sigrúnu. Sigrún sé með bolta inn fyrir en þetta eins og segið, það ekki mikið pláss að vinna með þetta fyrir aftan vörðina. Þær þurfa að tengja aðeins fleiri sendingar á sóknarhelming til þess að búa plássi til. Og komast í rauninni aftur fyrir þær eins og tókst einmitt í markinu, það að komast aftur fyrir bakvörðin. Búa frekar til stöðuna 1-1, 2-1 frekar heldur en að vera stanslegt að reyna þröngunum í gegni í lítið pláss. Kemur boltinn inn á tegin, Anita ekki í neinu vandræðum. Það nú ekki oft sem að þessi lið hafa mæst, það í rauninni bara þessi eini leikur fyrir sumar. Já, Víkingarnir voru náttúrulega sameinaðar. Já, það var náttúrulega lið sem hétt HK Víkingur. Já. En þó nokkur sinnum mæst. Já. Svoleiðis. Nadia komin inn á tegin, þetta vel gert hjá Önnu Þóru hérna. Sterkur varnarleikur. Fríða reynir að finna Maríu, tekst ekki. Svona nokkur eldmóður í Víkingum núna eftir þetta mark. Já. En nýja lið, svo sem verst, ekkert síður vel. Nei, alls ekki og bara þokkalega vegar á boltanum með. María Björk kemur inn á miðsvæðið, missir hann langt frá sér. Það kannski dæmt ránstöðu, hún var fyrir innan. Hafði áhrif. Já, gerði það. Brynhildur. Fríða les þetta vel, kemur á Sigrúnu, Sigrún á Unni. Nær ekki til boltans. Erfið sending. Já, þetta á framalega fyrir Alice. Þá fara þær bara strax niður á miðju. Já. Það var svona þægileg tilfinning fyrir Hafsenda að vera bara aldrei undir pressu, allan leikinn nánast. En getur hún svo sem verið varasamt. Já, og það geta sofnað á verðinum. Hanna kemur ekki góð sending hérna út úr vörninni. Og Stefania reynir sendingun í gegn. María les þetta, kemur hann tilbaka á Anitu sem að hreinsa svo frá. Þá tækifæri fyrir IA. Nei, ekki nógu góð sending hérna. Við spila, nær ekki tölsinu hana. Nadia. Vitís nær að snúa, setur hann út á Hrafnhildi. Hrafnhildur inn upp í hornið á Kæju. Hún finnur Unni, Unnur lítur yfir. Bryndís með frábært touch þarna en vel varið skot þarna hjá Brynhildi.
Skemmtilegur hæll hana. Já. Kemst inn í sendinguna. Þetta Skagakonur fært sig ofan allavega í smá stund. Og þá flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 hafa mark Erlu Karitasar. Nei, Unnarýr. Var það Unnurýr sem skoraði? Unnurýr, auðvitað það Unnurýr. Það var Erla Karitas sem átti sendinguna. Já, þannig að við lögum þetta. En hálfleikur framundan hér og ég veit ekki hvort að liðin fara inn. Jú, mér sýnist það. En við allavega tökum okkur smá hlé og reynum kannski að fínpússa og pússa nokkra vankanta af hjá okkur ef við getum. En þangað til eftir cirka 15 mínútur að þá bara biðja ykkur með að fara ekki langt.
Jæja, þá fer þetta nú að fara af stað aftur. Velkomin aftur í Akranes höll. Leikurinn spilaður hérna inni því að völlurinn úti er slagur eftir mikla rigningu og leik á laugardaginn, ekki? Jú, hann var nú, það var mjög áhugavert að fylgjast með hvernig boltinn hagaði sér í þeim leik. Það var alveg, það var alveg magnað að sjá að háar markspyrnurnar, þær bara skoppuðu valla 20 cm og eitt skopp og völlurinn hefur ekki haft tíma til þess að dreina sér neitt síðan þá. Það vonandi að það náist fyrir næsta leik. Já. Ekki að sjá neinar breytingar á liðunum í hálfleik, en óvænt að segja að þessi forysta í að sé nú verðskulduð. Já, það má alveg segja það. Það er að vera með svona töluvert stjórn á leiknum í rauninni. Gefið lítið að færum á sig í þessum skyndisóknum sem að Víkingarnir hafa mikið verið að reyna. En það þarf að halda það út. Það má alls ekki gleyma sér. Já. Það getur verið bara 1-2 sekúndur í einbeitingarleysi og það var búið að jafna. Já, það er alveg rétt. En þetta það þurfti töluvert til þess að ná þessu marki. Við vorum mjög hrifnir af í rauninni skipulaginu og varnarleiknum hjá Víkingi. Já. Þetta var í rauninni eina færið, svona almennilega færið sem að Ía fékk í leiknum. Já, og sömulegis bara sem að var í fyrri hálfleik í rauninni. Það var Víkingur sluppið einu sinni í gegn meðan við vorum ekki í útsendingu og það kom í rauninni ekkert út úr því þannig. Nei. Anita náði að koma út og gera nóg og þannig í rauninni var þetta bara eina færi fyrir hálfleiksins. Já, þetta komið í gang og í fljótu bragði virðast Víkingarnir ætla bara að treysta á þetta leikplan. Já. Áfram eitthvað. Það er í rauninni algjör óþarf að fara eitthvað panik strax. Já, en það hafa þær í rauninni verið hársbreytt frá því að skapa mikla hættu með þessu skipulagi. Helga út til hægri á vel gert. Þeir eru að sleppa Fríða, hún gefur það ekkert svo auðvitað. Þeir veit að vel með að koma sér aftur fyrir. Anna Þóra setur hann síðan út fyrir. Og hér er flaggað en leikurinn fær að fljóta. Hann hefur sjálfsagt ætlað að dæma aukaspyrnu á Ía-liðið. Hrafnhildur skallar þetta frá. Mariann er nú ekki að taka með sér. Tínir hann á boltanum. Þetta er vel gert en Eva María hjálpa til. Og hvað, hendi dæmt sennilega. Hendi, já. En við rættum þetta aðeins hérna áður en að útsendingin hófst eða þegar við héldum hún væri hafin, en það var tæknin að stríða okkur að það sem að þú Sverrir leikmaður Kára fékkst að upplifa líkt og aðri leikmenn á Íslandi þetta svona óvænta stopp býtur við. Hér er Anita komin út og setur hann eftir fyrir. Hvernig þetta svona, hvort þetta riðlar, getur þú kannski farið yfir það aðeins eftir? Já. Já, eins og sagði þá held ég að flestir hafi bara reynt að nýta þetta í eitthvað jákvætt, að kannski skerpa á þeim hlutum sem að þurfti og kannski eitthvað í taktíkinni eða forminu eða hvernig sem það var. Mismunandi náttúrulega bara eftir liðum en náttúrulega mjög förðulegt að hluta þessu. Kemur boltinn inn á teginn. Það er Anna Þóra sem skallar frá. Fyrirgefin aftur er það Anna sem er fyrir að halda þessu á lífi hennar. Alice komin upp að endamörkum en Anna Þóra ennþá. Já, gerir þetta vel. Og dæmt aukaspyrna sýnist mér. Já. En já, það var náttúrulega mjög furðulegt að þurfa allt í einu að fara að æfa
eins og við vorum að gera í mars og apríl með hérna án snertingar og góðu bili og í litlum hópum og hérna, það var svona það sem var kannski skrítnast við þetta, en það var ýmislegt hægt að gera samt, menn voru búin að læra af fyrri pásu og hérna og sem, eins og ég sagði áðan, sem betur fer þá var búið að spila dálítið þétt og menn gátu þá kannski tekið bara svona smá bríðir og aðeins náða að safna kröftum, en það er alveg rétt sem að þú sagði svo að það verður bara þéttar það sem eftir í staðinn. Já, en við vonum að fótboltinn sinn og bara byrjar að rúlla og fá að rúlla allt til enda með þessum takmarkunum sem þó eru. Já, og mér sýnist bara allir vera sammála í því og samtaka í að fylgja þeim reglum sem hafa verið settar. Og allavega mín upplifun á því sem ég hef séð, það hefur verið bara mjög góð. Já. Og svolítið mjög förðuleg, en það hefur verið vel að þessu staði þar sem ég hef náð að fylgjast með. Já, og svo nú eins og maður hefur séð að mjög mikið af leikjum í neðri deildunum náttúrulega streymt, þannig að þetta orðið ansi víða sem að félög hafa komið sér upp þessum útsendingum líkt og við erum með hérna. Algjörlega. Og það er óslega munur að það er rétt, og svo hvetur þetta náttúrulega líka þá sem hafa ekki gert það til þess að reyna að gera reyna að koma upp YouTube eða Facebook stöðu þar sem að hægt að sýna frá leiknum. Akkurat. Annað mark frá ÍA myndi nú eflaust róa einhverja taugar. Já, það sé rétt. Þá myndi leikurinn líka opnast talsvert, sko. Já, þá þyrftu Víkingarnir að koma út úr skilinni. En meðan að staðan bara 1-0 þá þetta allt galopið ennþá. Sendingin fyrir og Anita enn einu sinni út úr tegnum. Þetta vel gert hjá Fríðu, kemst hérna fram fyrir og nær boltanum. Kemur svo Maríu Björk sem að fær nú Margrét Evu hana bakið og missir boltan. Vel gert hjá Bryndísi en einnig hjá Dagný. Það með núna Brynhildi Védís, hún að vera mjög grimm en Helga gerir þetta vel. Védís tekur einu touch á mikið þannig að hún hefði mátt að renna honum til hliðar. En eins og við komum inn á í fyrirleiknum þá náttúrulega Védís gríðarlega öflug og svo mikið kraftur sem fylgir henni. Algjörlega, sammála því. Og gríðarlega efnilegu leikmaður sem að vonandi í að næra að halda í. Sem lengst bara allavega. Sem lengst, já. Mikið að koma niður að sækja boltan og keyra með hann fram á við og finna sendingar. Gert það vel. En það nú vandi litlu liðana í kvennaboltanum að ef að það kemur upp efnilegu leikmaður þá eru lið í efstu deild sem eru endalaust tilbúin að taka við leikmönnum. Sem að ég sjálfur hef gagnrýnt og notað þennan vettvang til þess að gagnrýna það í rauninni vegna þess að ég tel að það sé ekki kvennaboltanum til góðs í rauninni. Nei, ég sé alveg sammála því. Ég meina ekki nema þær séu þá að koma inn í eitthvað almennilegt hlutverk í stærri liðunum. Já, að það sé ekki bara teknir inn til þess að búa til einhvern æfingahóp. En það séu þá allavega lánaðar í lið sem að þeir fá spilatíma. Algjörlega. Við sáum þetta Ólöf Sigríður sem var hérna með ÍA í fyrra. Ungur efnilegu leikmaður að spila 90 mínútur pluss hjá ÍA kölluð tilbaka í Val. Og hvað hún búin að spila marga mínútur fyrir Val? Hún gerði það allavega ekki mikið á síðustu leikti. Ég held nú samt sem áður að hún sé á láni eitthvað staðar annars staðar í ár og sé að spila þar. Þannig að rétt sem hún segir, hún spilaði bara sára lítið með valsmönnum í fyrra eftir að hún var kölluð tilbaka. Þannig að þessi umræða, þetta vel spilað hjá Ía. Marja upp í vinstra horninu, fín vörn þarna. Þessi umræða náttúrulega spratt upp aftur núna með Guðrúnu Caritas og auðvitað höfum við rætt þetta líka Bergdís Fanney sem
eflaust margir stuðningsmenn í að sakna sem að maður hefði alveg viljað sjá einmitt vera að spila steady 90 mínúna bolta til þess að það er náttúrulega líka það sem gerir það verkum að þegar að stelpur eru mikið teknar inn úr öðrum liðum að það minnkar Sigrún í skotið þá minnka tækifærin hjá uppöldu stelpunum og það er einmitt líka heldur ekki til góðs. Nei. Það eru færri stelpur sem eru að spila og færri stelpur sem eru að fá tækifæri. Tæp sending hérna en þetta bjargast nú. Þessi sending beint á Bryndísi. Marja undir pressu. Gríðarlega sterk, þetta er frábærlega gert hjá henni. Fríða koma sér í fína fyrirgefastöðu hérna, fullt af gulum í teiknum. Boltinn fastur fyrir markið en beint í fangið á Höllu Margréti. Þetta var vel spilað, skemmtilegt hlaup hjá Fríðu að finna plássið hérna fyrir framan. Þá koma víkingarnir. Þetta er tæft en það tekst, en svo er það Anna Þóra búin að vera gríðarlega öflug hérna í vörninni. Virkilega öflug. Marja með langan bolta fram og framanlega fyrir Höllu Karítas. Svo sannarlega að stíga upp í dag hún Anna Þóra sem hún er að fá tækifæri í fjarveru Jacqueline. Kemur langur bolti upp í hægra hornið, Dagný Rún að nálgast teiginn, kemur með hann fyrir en þarna vantar henni stuðning. Já. Þetta er kannski vandinn hjá Víkingum, þær eru það mikið og margar aftarlega að ef þú kemst ekki beint inn að markinu þá er í rauninni voðalega lítið sem getur gert. En þær munu eflaust færa sig framar þegar líður á leikinn ef að staðan breytist ekki. Þær fara sennilega fljótlega að setja smá pressu allavega á varnarmenn í Unnur gerir þetta vel. Finnur Védísi, hún er komin á Bryndísi. Bryndísi fer í skotið en það er vel framhjá. Aftur kannski vantar örlítið meir í þolinmæði. Já. Komnar þetta framalega á völlin að algjörlega með tíma og pláss að leyfa þeim að setja pressu á sig til þess að opna fyrir næsta hlaup. Hver Alice Hanna Rosenqvist af velli. Kannski benda fleiri liðum á, ég sé að IA nú með liðin mættu vera með númeri framan á Stubbsson. Já. Það myndi henda okkur ákaflega vel. Það myndi gera það. Allavega við aðstæðan eins og þeir eru hér í höllinni. Já. Flott pressa hjá Víðisöllu. Stefania gerir þetta nú vel en sendingin ekki góð. Unnur aftur á Hrafnildi. Sigrún missir af boltanum. Þetta bjargast nú. Sigrún á Fríðu. Þetta er erfitt, fín pressa en Fríða er gríðarlega sterk. Tilbaka á Önnu og aftur á Fríða. Þetta er vel leyst. Þetta er virkilega vel leyst hjá Fríða annars sterk. Hleypur einnig framfyrir sig. Á Bryndísi, Bryndís aftur í hlaupið hjá Unni en það er aðeins hægst á henni. Já, það hefur gert það. En það kemur nú eflaust tilbaka. Já, ég reikna með því. Það er kast framan af vellinum. Við sjáum að IA-lið sækir á fullt af leikmönnum. Hrafnildur með boltan út í teiginn. Védís rétt missir á honum hérna. Flott sending, gott hlaup hjá hann teginn. Eva gerir þetta vel, boltin aftur inn fyrir, skalla frá. Það er nú brot dæmt á Stefáníu, nei, á Rutt. Eins og horn heyrist frá þjálfurum. Já, þetta er eitthvað, fáum við eitthvað af æfingarsvæðinu. Já, þetta getur verið.
Hjátrú og fullur Aron þjálfari vill að hann stilli boltanum upp sjálf. Já, Sigrún tekur þessa spilna eins og flestar. Lyftir þessu inn á fjær. Það vantaði bara einhvern í ágæðt hlaup. Já, Eva var næst í en ekki nógu nálægt. Það er langur bolti út til vinstri. Bolti upp í vinstra hornið. Eva nær að vera undan. Þær hafa staðist allar raunir hingað til. Já. Í miðri vörninni. Eva María og Anna Þóra. Það eru búin að spila flott í dag. Hrafnhildur reynir að stíga út en það gengur ekki og þetta er hornspyrna sem að Víkingar eiga. Skagakonur koma allar niður í bæði svæðisvörn og dekningu. Já, svona blöndu leið. Já. Kemur boltinn mjög innarlega, of innarlega og of langt. Þetta er illa nýtt hjá Vingunum, finnst mér. Já. Þær falla tilbaka og leyfa Skagaliðinu að spila af stað sem fyrr. Það hlýtur nú á einhverjum tímapunkt að hlýtur Víkingsliðið að stíga framar og í pressunni. Védís nú kemur hún hérna niður í vinstri og rekur Fríðu fram. Þannig að færist Víkingsliðið framar. Anita leitar að möguleikum. Svo Sigrúnu aftur á Anitu. Síðan sendum fram á Bryndísi. Reynir að lyfta þeim upp í hægra hornið, svæði þar en engin ráðstaf. Ef það fara ástöðu en þetta sýnst mér Anna Þóra að vera fyrir neðan hana. Já. Sækja horn. Kemur hornspyrnan. Hún er aftur innanlega. Anita með hendur í boltanum. Og sýnst þetta er annað horn. Hún er hornspyrna. En það vildi nú Skagakonur frá hendi á Dagný en fengu ekki. Þessu er komin á hann. Það eru tveir aðri leikir á dagskrá í dag. Leik Fjölnis og Gróttu í lengjudeild kvenna þar að segja. Þeim leik lauk með 2-0 sigri Gróttu. Já. Og hafinn er leikur Augnabliks og Hauka. Kemur boltinn inn á teginn, skalla frá að Fríðu út í teginn en síðan skotið nokkuð vel yfir. Nú stíga nú aðeins ofar hérna Víkingarnir. Já. Þeir var aðeins að hafa meira fyrir því. Varnarmenn í að Hrafnhildur. Sigrún. Svona samt bara einhver svona hálf pressa. Svona sýndarmennsku pressa finnst mér. Þannig engum vandræðum með að leysa þetta. Fín vinnsla hérna, Védís vinnur boltann. Sækir á vörnina, reynir að finna Maríu, ekki nógu nákvæm. En aukaspyrna dæmd á Maríu Björk. Já. Setti þarna hendurnar á hana. Verðum við ekki að minnast á Skallagrím, okkar maður Snorri Kristinsson fyrirliði Skallagríms í dag held ég. Skallagrímur tekur á móti K.A. í dag í Borgarnesi og staðan þar eftir 54 mínútur er 2-0 fyrir K.A. Já, K.A. menn hafa verið
töluvert sterkir í ár og eru venslafélag Haukana í Hafnarfirði. En sömuleiðis Skallagrímur verið bara þokkalega sprengir. Já. Ætti alveg að gera allu að því að komast í úrslitakeppni. Eins var leikið í Pepsi Max-deild kvenna í dag þar sem að KR og Valur tókust á og Valskonur sigruðu þar 1-0 á meistaravöllum og síðan var hörku svona lokamínútur í Pepsi Max-deild karla FH Stjarnan þar sem að Stjarnan náði sigri 2-1 í kriganum í einhverjum hasar í lokin. Já, það verið minnka muninn í uppbótartíma jafna segi og Halldór Orri setur sigurmark 2 mínútur seinna á 90. Skagaliðinu ekki tekist að skapa sér færi. Þessi er tæpur. Anita gerir þetta vel. Allt upp á 10. Búin að eflast mikið þessi ungi markmaður við þennan spilatíma sem hann hefur fengið í sumar. Þannig að langan bolta fram. María Björk missir fæturna þarna. Unnur Ír komið núna hérna yfir til vinstri. Já, það hafa verið dálítið að rótera. Kaja, Unnur og María. Það er bara besta mál. Já. Hrafnhildur hefur smá plás, missir hann frá sér. María Björk vinnur niður í svæðið. Frábær snúningur hjá Maríu. Það farið af stað. Kemur hann inn á teiginn þessu fleytt áfram. Erla Karítas við það komast í færi. Og það er ná að koma þessu frá. Komaður. Og sendingin í gegn kemur alltaf seint. Hlaupið var búið. Já, hún var búin að stoppa. Hún sáum að fyrir innan. Frábær snúningur enn á Natíu sem var. Kemur langur bolti skallaður frá. Sjáum að þetta er að opnast tölvöld meira núna. Já. Víkingur heldur línunni, varnarlínunni sinni áfram mjög neðarlega þrátt fyrir að sóknar og miðjumenn séu að stíga dálítið. Já. Sem að býr til pláss fyrir Skagakonur. Hún reynir að þræða þetta í gegn á Kæju, tekst ekki alveg. Fríða í baráttunni, missir á honum. Þarna liggur leikmaður Víkings en hún nú ekki illa með sýnist mér. Sendingin í gegn. Nadia, Eva María sér við henni og setur hann aftur fyrir. Það er horn. Já, þær hafa verið að fá svolítið af hornum, ekki náða að skapa sér færi úr þeim. Nei. En það má oft litlu muna þegar að maður sér mjög mikið af þessum hornspyrnum setta bara inn á markteginn. Já, einmitt. Ég ætlaði einmitt að fara að minnast á að það virðist vera uppleggi hjá báðum liðum að setja bara fastan inn á markmann. Kemur enn einn yfir á fjær og aftur of langur og ofinnalega. Ekki ánæður, hvað heitir hann, John, þjálfari. Já. Þjálfari Víkinga. Svona að við getum alltaf vonað einhverjum skiptingum hjá Skagamönnum fljótlega. Það eru allar farnar að hita upp á bekknum. Já. Pressan er búin að færast örlítið framar en ekki það framalega að það eru ekki í miklu vandræðum. Eva heppin hérna, boltinn beint á Sigrúnu. Mér finnst þær megi að vera mun rólegri í öftustu línu og nota Anitu kannski meira á meðan það er enginn að setja pressu og þær standa bara að bíða eftir. Bara rúlanum á milli og reyna þá að fá einhverja ísmápressu og opna plássið sem hægt er að spila. Já, það er alveg rétt. Við erum 1-0 yfir og algjör óþarfi að vera að stressa sig eitthvað meðan það er engin pressa.
Þá kemur pressan hjá Víkingi, langur bolti fram beint á Önnu. Nei, Helgu segi ég. Það er ágætlega gert. Sigrún kemur boltanum ekki fram með Brynhildi en tekst að Jannar tilraun. Bryndís út á Hrafnhildi. Unnur býður sig, sendingin ekki nákvæm. Erla Karítas í mikilli baráttu hérna og aukaspyrna, nær í aukaspyrnu. Já. Þá koma Hafsendarnir inn í teginn. Sigrún Eva búin að, hún fór hérna út af hliðinu og heyrði aðeins í þjálfurunum hvað það er meiri ákefð í að ráðast á boltan heldur en síðast. Sammála því. Sigrún fer bara í skotið beint á Höllu í markinu hins vegar. Kemur langur bolti. Þeir reyna að sækja hratt upp með fáa varnarmenn. Björdís Agla satt aftur, við sjáum kannski aftur þessa aukaspyrnu hjá Sigrúnu. Hún hefur sjálfsagt freistað þess að hún myndi ekki halda þessum bolta en sjáum að Vigdís Agla hefur meitt sig eitthvað í þessu mómenti er að hún nær að hreinsa það út af, fengi hana kannski eitthvað aðeins í sig eftir á. Og hún veit bara að fá skiptingu síns mér. Allavega kemur Anna Sólveig sjúkraþjálfari inn á. Besti sjúkraþjálfari á landinu. Já, ég held að það sé óumdeilt. Allavega hér í stúdíónu, eða í Akranesvelli. Og kannski allt í lagi að minnast á það líka, það er leikið í þriðudeild karla í dag einmitt líka. Reynir Sandgerði er að sigra KV 5-2. Vangir Júpiters og Ægir eru þar er markalaust og eftir 22 mínútur og eins er Álftanes 1-0 yfir gegn Elliða. Álftanes með nýjan þjálfara. Já, heldur betur. Skagamanninn Gunnlaug Jónsson sem er bara óskum til hamingju með nýja starfið. Já. Þeir eru stórhuga á Álftanesinu að bjarga sér fyrir horn. Þeir eru það. Staðan ekki góð akkurat eins og er. Nei. En æri verkefni fyrir Gulla. Já, það er það. En ég verð að fá að nýta plattformi og láta vita að það verður sjálfsögur farið yfir alla þessa leiki í Ástriðinu á fótbolti.net. Já. Það sem að ég er sjálfur að sjálfsögur einn af þáttastjórnum. Já, við erum hérna til þess að vekja athygli á góðu efni. Það er bara svoleiðis. Og eins eru hérna okkar menn sem hafa bera hittan og þungan af Skagahraðlistinni. Já, algjörlega. Það hefur verið svo slítur á tjáðum í sumar út af sömu ástæðum en þeir hafa gefið út einhverja 4 eða 5 þætti. Allt virkilega flottu þættir. Mjög svo og hvetjum alla til þess að kíkja á það og eins líka bara tímabilið fyrra því að þetta er tímalaust. En það er skipting, sjáum það að Védís er sennilega að fara að velli. Já. Og Lilja Ólafsdóttir. Lilja Björg Ólafsdóttir kemur í hennar stað. Anna Sólveig er hérna ennþá að hrúa Védísi út af hliðarlínu. Já, Védís hefur svo sem verið óheppin með meiðsli upp yngri flokkana. Vonum að sjálfsögðu þetta sé ekki alvarlegt að þessu sinni. En það sjáum við að Víkingsliðið færi sig nú öllu framar. Það vilja að það var aðeins að sparka langt. Beint á Víkingana og mikil pressa hann að Sigrún. En að finna Mari ekki nákvæm sending. Og þá koma Víkingarnir upp í horni Dagný Rún. Kemur með fyrirgjöfina og Anita út úr markinu. Það var smá einhver miskilningur hann á milli Anitu og Önnu Þóru. En Anita náði að koma þessu frá. Erla Karítas nær þessari sendingu. Það þarf að reyna að komast. Já, hún. Boltanum færingast. Skaginn lítur að eiga þetta innkast. Já.
að finna Lilju. En eitt innkastið. Bara ágætt fyrir Skagakonur að róa þetta eins og niður og já, ekki spurning. Gefa Lilju smá tíma til þess að koma sér inn í leikinn á meðan og þess að finna sér inn á vellinu. María kemur og býðir sig, hún er sterk en missir boltan út af. Fríða kemst fyrst í þennan en missir boltan. Stefania út til vinstri. Og það margar komnar í sóknina Víkingar. Fleiri heldur en við höfum séð oft í leiknum. Sendingin. Góð sending. Yfir til hægri. Og Nadia reynir hennar Dagný reynir sendingin gegn. Á Nadíu. Tekst ekki. Þannig að fór að vera stíðan að nút. Það er að leika sér pínlítið að eldinum hérna. Fríða missir hann út af. Farinn segir línuverðurinn. Ef ég verið þjálfari Ía núna þá myndi ég reyna að segja þeim að finna Bryndísi og Sigrunefu aðeins í lappir ofar á vellinum þar sem að þær eru góðar í að finna sendingarnar í gegn. Já. Sérstaklega núna þegar Víkingur er farin að sækja á fleiri mönnum. Gengur illa að spila sig í gegnum þetta núna. Já. Þær þurfa að standa af sér þessa pressu einhverjar mínútur. Sigrún grimm hérna en Víkingarnir halda boltanum. Og það er rangstaða dæmt. Korter eftir. En þá markalaust hjá Augnablikki og Haugum. En eins og vel gert hjá Lilju hérna, finnur Fríðu. Fríða reynir að finna Maríu, tekst ekki. Ekki alveg svona sama, hvað maður að segja, þær voru vel á sömu blaðsíðunni í fyrri hálfleiknum. Já. Og Lilja brýtur hérna af sér og fær gula spjaldi. Já, ég veit nú ekki alveg með það. Fyrsta gula spjaldi hef ekki verið mikið brot en. Nei. En hún kom hérna full seint og þetta leit harkalega út. Já, það er rétt. En það er með við svona, þessir tveir hálfleikar eru ólíkir að því litum til að IA-liðið náði mjög vel saman í fyrri hálfleiknum fannst manni á köflum, mjög lipurt spil en það er einhvern veginn er ekki að ná að finna hvora aðra eins vel núna. Brynstu setur þetta inn á teginn. Það verðist vera kannski að koma eitthvað smá stress í þær. Já, Unnur reynir að lyfta honum hérna fram á Erlu Caritas. Erla Caritas eftir, tekst ekki. Vel gert. Það er varamaðurinn. Hún styrir með þetta allt. Ég veit ekki. Hún fer í fánan hana og Víkingar fá boltan. Aftur, þetta sér maður ekki á hverju degi. Fríða skalla frá. Það gef ekki mikið eftir þessi fánar hérna innan hús. Nei. Kemur bolti inn á teginn og Anna skallar þetta yfir og síðan er dæmt rangstaða á Dagný Rún. Ég er nokkuð vissum að þetta sé bara kólrangur dómur. Já, við skulum sjá hvort að við getum séð þetta hérna aftur. Það er náttúrulega ómögulegt að sjá hvar hún er. Veit ég hvort hann metur snertinguna, skallasnertinguna? Já, það geti verið. Því að ef það er hún Skagakona sem að skallar boltan og þá er hún að reyna að leika boltanum og þá er nýtt moment komið. Já. Ég er aðeins hræddur að þetta hafi bara verið rangur dómur. En leiðir eftir mig, þeir sem vita betur. Já. Kemur langur bolti fram. María hirðir frákastið, reynir að finna Erlu Caritas strax í fyrstu snertingu. Tekst ekki. Það vantar, það er svona einhver svona ólga í Skagaliðinu, finnst manni núna. Það er einhver óróleiki. Það ná illa að halda boltanum innan liðsins og spila honum á milli sín. Það er líka bara einhvern veginn svona aðeins meira óðagott í snertingunum. Já, einmitt. Sem er taka á boltan og
Já. Á Sigrúnu. Hún áfram yfir á Hrafnhildi, þetta er betra. Hrafnhildur undir pressu þarna. Vinnur innkast. Haukar komnir yfir gegn Augnabliki. Já. Eftir 30 mínútur staðan þar 1-0. Nú ágætis fréttir svona þessa myndir allavega fyrir Vía. Þessari baráttu. María brýtur af sér hér. Nú að vera síbrotamanneskja hérna. Þetta er örugglega þriðja eða fjórða aukaspyrnan á hana. Það er nú haldið að hann færi nú að spjalda hana kannski frekar heldur en Lilju hérna. Já. Eins og staðan er núna að þá lyftir Ía sér upp í 5. sætið. Úr þá 7. Úr 7. Já. Það voru fyrir ofan Víking á markamun. Já, einmitt. Það mást hérna kemur í teginn, leggur hann út. Vel gert hérna. Dagný fyrir skotið og þetta er stöngin inn. Þetta er inni. Það er að jafna. Jæ. Flott sókn hjá þeim samt sem aður. Sjáum þetta aftur hérna. Gerir þetta vel og skotið hnit með að Það er að lauma í áttina sem að allir varnarmenn er að koma frá. Já, ég veit ekki hvort að Eva María er ósátt við sig þarna, hafi ekki rekið tann út. Boltinn fer svona óþægilega nálægt henni þarna. Já, það er rétt. Og þá er spurningin hvort að Ía gerir allt sem það geta til þess að reyna að sækja forskotið aftur. Já, þær geta nú hvorugt lið ætti nú að sætta sig við jafntefli hér allavega. Já. Að mínu mati. Það gefur svo mikið mörg tækifæri á að vinna þennan leik að koma sér burtu frá fallbaráttu og inn í toppbaráttuna. Bryndís reynir að finna Erlu Karítas, tekst ekki. Eins og við töluðum hérna á meðan við vorum ekki í beinni að þá getur liðið sem að tapa þessum leik hæglega dottið í einhvers konar fallbaráttu. Já. Svo staðan er í deildinni í dag. Já. Það er bara mikill kraftur í Víking konum hérna þessa stundir á. Ekki spurning. Sigrún tekur hann niður, setur hann á Unni. Unnur. Þetta er svona, þær eru að svona oft á tíðum að gefa sendingar á einhvern stað í von og óvon hvort að þessi samherji eða ekki. Það er ná ekki alveg að tengja saman þetta er allt annað en við sáum í fyrra leik. Algjörlega. Og það er spurning hvort að Víkingar ná að nýta þennan meðbyr sem er búinn að vera með þeim núna undanfarnar mínútur og bæta við. Já, það er spurning hvort að Ía næra að halda þetta, að halda markinu bara í einu. Það getur fengið mjög spennandi síðustu svona 10 mínútur. Já. Ég rekna með því að bæði lið reyna að sækja sig yfir. Já, slúm vona að við sjáum hérna galopinn leik síðustu 10. Já. Ragnhildur Aron þarna mætt, vel staðsett. Við vorum nú að tala um að hérna á einhverjum tímapunkti myndu Víkingar fara að setja meiri pressu og þær hafa gjörsamlega tekið yfir leikinn eftir að þeir fóru að stígu ofar á völlinn. Já. Kemur sending inn á teiginn. Fríða hérna var ekki alveg viss hvort hún ætti að taka hann eða ekki. Gerði það sem betur fyrr. Og já, þetta er bara hálfgerð nauðvörn á köflum hérna. Já, í rauninni. Og mikið svona stress hreinlega bara eftirstu línu.
hendi hérna. Já. Við sjáum að það er aðeins meiri ákafi að taka aukaspyrnur hratt en hún hefði nú hætt við það en þá er það svona fyrsta hugsun núna í þessari stöðu að drífa þetta í gang. Þröngt en hún leysi þetta vel. Svo vantar nákvæmnina. Lilja með fína pressu hérna, Bryndís. Lendir þetta bara í vandræðum strax. Helga síðan setur þetta út fyrir. Það var erfitt að finna fyrsta markið og það verður eflaust erfitt líka. Kastið upp í hornið, María nær þessum, setur hann tilbaka á Fríða, þetta er vel gert. Fríða kemst í fyrirgjöfina, Halla grípur þetta auðvitað. Strax í gang. Já, það er sveikja hratt. Það er Eva María mætt í aðstofuna. Flott sending. Þetta er sendingur á fjársvæðið þarna. Klárlega sending. Góð hugmynd. Frábær hugmynd. Það hefur kannski mátt taka svona eina snertingu fram á við og koma svo með hann inn í svæðið þar sem að liðsfélagarinnar hefur verið mættar. Já. Þannig að þetta enn og aftur erum við í vandræðum með að finna samherjana. Sigrún sérðu aftur. Kannski ekki réttar ákvarðanir. Nei. Það gerist oft með þessum þegar taugarnar eru þandar. Einmitt og þegar að súrefnið er kannski farið aðeins úr rausnum. Sendingin í gegn. Nadia. Kemst ekki með Evu, þetta er vel gert hjá Evu. Sigrún. Já, þetta er betra. Finnur Bryndís í fætur. Bryndís, María býðir sig, hún hefur nóg plás. Skal opið hérna. Nú vantar skeiningin, Finnur Bryndísi. Síðan Unnur, sendingin ekki nógu góð. Þetta er vel gert til að halda boltanum inn á. Flott pressa Unni. Það skýla þessu út af. Unnur ósátt, vildi fá hornspyrnu hana. Já. Skallaðan en Hilda Ösp, já, það er fá innkastið, Skagabekkurinn ekki sáttur. Hildi á Nati aftur. Þetta er bannað, spjald. Og guldspjald á, eða hvað? Alla á Evu Maríu. Nei. Hver var það? Þetta á Natíu. Sýnist það, já. Kannski klókt eftir að ekki að stoppa þetta. Já. Þetta er liðinu neðar og góða varnarstöðu. Fríða upp í hornið. Betur spila Sigrún, fer síðan í skoti af löngufæri en það er beint á Höllu. Svona Fríða í barkinu hérna, hefur betur. Það setur hann upp í loft hérna. Kannski fáum að sjá aftur þetta skot frá Sigrúnu. Fríða vinnur skallan. Það er akkurat það sem við vorum að tala um á hann að finna Sigrúnu og Bryndísi í lappir hann ofar öllum. Spurningin hvort að það er eitt mark enn eftir í þessum leik. Já. Og hvorum megin það kemur þá. Akkurat. Eins og leikurinn hefur spilast síðustu mínútur, þá eru líkurnar á því að það sé verið Víkingar sem að bæti við frekar en hitt. Já, ég er hansi hræddur um það. Vonum að Skagaliðið nái
kreista þetta fram. Væri sætt að fá sigur. Það væri það. Búin að gera 5 jafntefli í deildinni, það sem af er. Já. Það er alveg ótrúlega tölfræði. Full mikið. Já. Þetta væri 5. jafntefli, skulum við segja. Einmitt. Aðeins 1 sigur í þessum fyrstu 8 leikjum. Mikil barátta og aukaspyrna dæmt þarna eftir á. Þetta er vel dæmt. Já, þetta er mjög vel dæmt. Já, þetta er töluvert miðjum móðina núna. Mikil barátta hérna miðjunni. Það eru nú 2 hérna klárar að koma inn á Skagabekknum. Ylva Laxdal sýnist mér. Ég sé ekki alveg hver hinn er. Það hreinsa frá María, tekur frákastið, fer í skotið, fær hann aftur, fer aftur í skotið. Þetta er máttlítið, lendir í varnarmanni sýnist mér. Já, hann gerði það. Bolti fram, Hrafnhildur sterk, vinnur skallan. Nadia tekur hann með sér. Þetta er vel gert hjá Nadiu. Fer að vennu hérna, rennur til Anitu. Kemur langur bolti fram, María fleitir honum áfram. Þá kemur skipting væntanlega eða hvað? Nei, bara að bíða það. Það er þess að hingra. 90 mínútur liðnar. Bryndís á baki í markið, vantar hjálp, finnur Hrafnhildi. Hrafnhildur í fyrirgjöfuna, þetta er innanlega, Halla út úr markinu. Örugg. Já, mjög örugg í þessum boltum. Með langan bolta, Anna lesa hann og skalla hann frá á Sigrúnu. Sigrún segja með, þetta er of brátt, finnst mér. Já, sammála því. Það eru of fljótar í að taka svona ákvörðun. Það er Björk vinnur tilbaka hérna, en þetta er gífurlegur sprettur hérna. Anna truflar, Brynhildur. Og ekkert, rangstaða dæmt síðan. Þá kemur skiptingin. Það er Ylva Laxdal. Unnur Ír fer að velli. Og þetta Erna Björt. Það er Kaja sem að... Já, Erna Björt Elíasdóttir og Ylva Laxdal Unnarsdóttir að koma inn á. Ylva Laxdal verður þá yngsti leikmaðurinn á vellinum. Já. 2005 módel. Börustrákarnir þriðaflokki fæddir 2005 og klappaði vel fyrir jafnaldrar sínum. Sigrún á Ernu, fín varnarvinna en hjá Víkingum sem kemur langur bolti inn fyrir, Helga í smá vandræðum og María í pressunni, Halla nú hérna nánast út fyrir teginn til þess að kemur boltinn inn fyrir, Halla hlýtur að rángstaða eða hvað? Nei, Nadia! Þetta var nú bara rángstaða, það er aftur að klikka síðan sem er þessi línu. Skotið ekki nákvæmt, sjáum það. Það kemur nefnilega snerting, finnst mér, á fyrri sóknarmannum þarna. Þarna er það rángstaðan sem að... Anita kemur vel út og loka markinu hana. Nadia. Setur hann tilbaka. Það er Hrafnhildur Arins sem er aftur vel staðsett. Spila hann leik mjög vel Hrafnhildur. Er flautað til leiksloka og 1-1 jafntefli í annað sinn hjá þessum liðum í sumar. Já. Unnur Ír
kom Skagakonum yfir á 38. mínútu. Dagný Rún jafnaði metin fyrir Víking á 79. mínútu. Og þar við satt, þetta var ekki vandræðalaus útsending hjá okkur en hörkuleikur, baráttuleikur og kannski sanngjarn úrslit þegar upp staðið. Já, í rauninni, það sem að Skagakonur svona kannski stýra leiknum í fyrri hálfleik og þráttur eiga kannski ekki mörg færi en svo eru það Víkingarnir sem að taka yfir svona kannski síðasta hálftíman þegar það fóru að stíga ofar á vellinn og já, ég held að jafntefli sé bara frekar svona sanngjarn niðurstaða. Já, þar sem þú ert nú svona það sem ég myndi kalla sérfræðing þáttarins. Já. Að þá ætla ég nú að gefa þér færi á því að velja úr liði heimakvenna mann leiksins. Já. Ég vil nú ekki gefa þér langan tíma til að hugsa, ég hefði kannski átt að vara þig við. Já, nei. Ég hugsa að ég myndi þá, það sem ég hafsend sjálfur, velja hana Önnu Þóru Hannesdóttir. Já, ég ætla að leyfa mér að vera bara sammála þessu vali hjá þér og óskum henni til að hamingju með það. Já. Stóð sér vel, kemur hérna inn í og leysir þessa stöðu Jacqueline bara virkilega vel. Já, hún gerði það mjög vel og mjög vel staðsett og stoppaði bara þó nokkuð margar sóknir. Já, þá held ég að við förum bara að segja þetta gott hérna úr Akraneshöll. Við erum hérna aftur í lottinu eftir slétta 2 daga þegar að Káramenn eiga sinn næsta heimaleik. Þú getur kannski sagt okkur á móti hverjum það er? Já, það er á móti Þrótti frá Vogu. Það verður hörkuleikur án ef að Káraliðið búið að vera að bæta við sér leikmönnum. Já. Núna í þessari pásu og það verður spennandi að sjá framhaldið hjá þeim. Já. En yfirleitt mjög mikil barátta í leikjum þessar tökja liða. Já, ég hef alltaf sagt að þetta er eitt besta sjónvarpsefni sem hægt er að hafa á boðstólum. En Sverrir Mar, takk hérlega fyrir samfylgdina. Takk sem leiðis. Örn Arnarsson heiti ég, vil þakka Ingimar Elvar Ágústssyni fyrir hans störf á myndavélinni. Þangað til á miðvikudaginn, þá bara bið ég ykkur vel að lifa og fara varlega. Takk fyrir okkur. Takk.